Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskamt, beina útsendingu hér, umræðu fréttir vikunar og tíðaranda líðandi stundar. Ég held að myndavélin hafi gripið að síðasti gesturinn var bara að hlamma sér hér í stólinn mér við hlið. Þetta stóð tæft, þetta var nánast eins og að smala köttum. En hér eru komnir 4 gestir og ég ætla að byrja á því að kynna þá. Hjörtur Hjartarson, vertu velkomin. Já, sæl og blessaður, þakka þér fyrir. Magnea Marinósdóttir, velkomin. Kári Jónsson, velkomin. Takk. Og Atli Þór Fandal. Takk. Hvernig fannst ykkur nú þessi fréttavika sem nú að líða? Var hann ekki voru ekki fleiri svolítið djúsi mál heldur en oft áður? Við byrjum á þér, Hjörtur. Ég bara hugsa ekki vikunar í fréttavikum samt að segja. Þú vinnur ekki við það Nei, og en ég svona fór að líta yfir fréttinnar, ég var kvaddur hérna í þennan þá. Já, kvaddur. Já. Og það sem stendur upp bara akkurat núna, bara það var að birtast fréttum það að Sjálfstæðisflokkurinn er 50 stærsti flokkur landsins. Já. Og 2 ríkisstjórnarflokkana hinna er að þurrkast út af þingi. Já. Þetta er rosaleg tíðindi, og greinilegt að það er krafa breytingar í samfélaginu. En svo eru fleiri fréttir, það sem mér stóð upp úr þegar ég fór að skima yfir, þetta var fréttin af dómi héraðsdóms, þar sem að búvörulögin voru, eða breytingar á búvörulögunum voru dæmdar ólöglegar, eða það sé að staðist ekki bara ólög, standist ekki stjórnarskrá. Og það mál endurspeglar hver greiðan aðgang sérhagsmunir eiga að Alþingi Íslendinga. Já. Og hver auðveldlega, eða hver langt er gengið í því að raunin að leggja almannahagsmuni til hliðar. En nú er þjóðin, samanber fyrri fréttina sem þú nefndir, að gefa þessum öflum rauða spjaldið. Samanber skoðanakönnun sem þú vitnaði til. Já, ég meina, það aðeins ég gerði þjóðmálakönnun og þar kemur fram að 70% landsmanna telja samfélagið á rangri leið. Já. Og ég held að þeir flokkar sem að geta látið skín í eitthvað svona nýja brum, að fólk er tilbúið til þess að veðja á þá, held ég. En ég er ekki viss að kjósendur hafi í sjálfu sér mikla trú á því að þeir standi fyrir einhverju breytingum, en þetta er bara það sem að þeir stendur boða, og fólk stekkur á eitthvað í vonum einhvers konar breytingar. Jável þó að við veit ekki nákvæmlega hverjar þær breytingar eiga að vera. Mér langar einmitt að ræða búvörulaga frumvarpið sem er búið að afgreiða sem ólög og brot á stjórnarskrá, kannski aðeins og eftir. En ef við höldum okkur áfram við þetta sem að Hjörtur bendir hér á, þetta er sannarlega, þetta er nú kannski bara með algjörum ólíkindum þetta sem hann var að nefna, að Sjálfstæðisflokkurinn er 50 stærsti flokkurinn samkvæmt skoðanakönnunum og hinir 2 flokkarnir utan þings. Manstu eftir að hafa eða hefði órað fyrir því, Magnea, bara fyrir örfáum árum að við sæjum skoðanakönnun með svona niðurstöðu? Það verða ákveðin vaknaskil auðvitað eftir hrun, að þegar í raun og veru kjósendur náttúrulega að hafna svona hefðbundnum stjórnmálaflokkum, eða það hefði verið þessi 4 flokkar, og það verða til fleiri flokkar, og nú erum við með alls 11 flokka til framboðs til alþingiskosninga. Og á sama tíma þá verður náttúrulega rosalega mikið trúnaðarbrestur og traustibrestur á stjórnvöldum, og þetta sér maður endurtekið í skoðanakönnunum, þar sem að eingöngu, mér minnir að er það ekki 20% sem bera trausti stjórnmálaflokka og 36% sem bera trausti Alþingis og 25% til ríkisstjórnarinnar samkvæmt svona einhverjum nýjustu könnunum. Og svo líka náttúrulega þriðja atriðið sem er kannski merkilegt við íslensk stjórnmál er þetta að það er oft eins og bara í sambandi stjórnarskrármáli, það eru svona ráðgefandi eins og var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, og vilja almennings í flestum skoðanakönnunum meðal annars þessari þjóðaratkvæðagreiðslu er frekar skýr að meðan stefnumótun stjórnvalda er vanilega í takt við einhver minnihluta viðhorf sem eins og þú ert að benda og endurspegla þá meira að þið sé þá vera að þjóna svona frekar sérhagsmunum frekar en almannahagsmunum.
Þannig að ég held að svona þessi tíðindi þetta séu bara þarna. Það bara fólk að svona segja sína skoðun á því hvernig samfélagið að sigla og sem þessi búverulög. Einmitt, og nú stóra spurningin sko, erum við enn að mótmæla með því að svara eins og við erum að gera í þessum skoðanakönnunum, verður allur munur á því sem að mælast núna á því sem gerist laugardaginn eftir 8 daga eða erum við bara að verða vitni að einhverju stærsta niðurbroti hinna hefðbundnu stjórnmálaafla sem sögur fara af. Hvernig líst þér á þetta, Kári? Ég eiginlega tek mest eftir því í vikunni hvað ekki í fréttum. Okay. Kosningabaráttan ekki að tala um sjávarútvegsmál, kosningabaráttan ekki að tala um stjórnarskrána og ég hef löngum undrast á því hvernig bara stendur á því að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ennþá 12% fylgi. Þú veist, það nú bara svona í stuttu en þetta það eru fleiri flokkar, það eru fleiri sjónarhorn og það í seglunum hjá okkur sósíalistum. Þannig að það bara hið besta mál. Það eru góða líkur á að þið fái menn. Já. 3 til 4 menn eins og þetta lítur út núna. Þannig að það bara hið besta mál. Og ekki vanþörf á. Ef kannski bara að þú nefndir sjávarútveginn, ég las grein eftir þig einmitt á Vísi. Geturðu endursagt efni hennar í örfáum orðum? Já, ég skipti þessu í þrenta því að það svona að fólk virðist sko ef maður skrifar svona heilt yfir og fer að bera saman kvótakerfið og eitthvað nýtt fiskveiðistjórnarkerfi þá ruglast fólk í rýminu og fer að svona út og suður allan hluti. Þannig að ég tók bara svona kosti þess að hafa allan fisk á fiskmarkað, kosti þess að hafa frjálsar handfæraveður og kosti þess að vera með óframseljanlegt dagakerfi. Þannig að þetta svona bara aðskilnar og veiða og vinnslu, fiskvinnslu náttúrulega fiskmarkaðarnir. Þú veist, Samherji getur rekið hvoru tveggja en hann þarf að kaupa á jafnræðisgrundvelli á fiskmarkaðnum. Þetta finnst mér fólk ekki almennt skilja og það voru dálítið vonbrigði í hérna klukkan 5 í gær á Bylgjunni og formaður Samfylkingarinnar til dæmis. Hún vildi meina það að ef það eru gerðar sko breytingar á kvótakerfinu að þá væri verið að grafa undan þessum 8 fjölskyldum sem hafa 70-80%. Það hafa nú ekki verið hennar orðrétt. Hún sagði þetta. Ég ætla ekki að grafa undan útgerðin í landinu með aðskilnaði veiða og vinnsla. Þetta orðrétt, bara geta allir fundið þetta. Þannig að þetta voru vonbrigði að því að ég hef alveg mætur á Kristrúnu sko, fyrir margar hluta sakir, það bara alveg þannig. Var þetta símtalið sem að sá sem hringdi inn þorði ekki að segja til nafns? Akkurat. Og það náttúrulega þetta atvinnu og ofbeldi sem sjómenn hafa bara lifað við í 30 ár eftir að lögin frjálst framsal var samþykkt af Alþýðuflokki, Alþýðubandalagi og Framsókn. Og það hefur engin þingmaður í þessi 30 ár reynt að laga þetta, reynt að breyta þessu, vinda á ofan af þessu. Ég fekk Jón Kristjánsson, fiskifræðing, hingað í settið í þessari viku og hann var mjög illur eða hissa yfir því að eða svo litla umræða sem sjávarútveg núna, hún fjallar öllum veiðigjöld. Eiga á að tvöfalda þau, eiga þau vera aðeins meira, 1 milljarði meira eða minni eða allt það. En þetta sem þú nefndi núna, það voða lítil umræða um þetta. Bara ekki, en það fyllin í pósturnisbúðinni sko. Svolítið. Kvótakerfið sjálft. Það er daldið 20 ár síðan held ég að Styrmi Gunnarsson ritstjóri heitinn sagði það að sá þingmaður á landsbyggðinni sem að settis upp eða gagnrýndi kvótakerfi að hann væri þar með að undirrita dauðadóm. Þess vegna kynnta sig ekki svo sem hringdi nú Bylgjuna. Nákvæmlega. Hugsið ykkur. Nei og það náttúrulega þekkt að einmitt akkurat þetta að eins og sjómenn gagnrýna til að mynda eitthvað eins og hjá Samherja þá geta það bara kostarfið sitt og þetta náttúrulega þetta ekki góði stjórnarhættir að það megi ekki segja neitt, þetta bara það lengi verið talað um sem sagt dauðalistan sem sagt að þú fær hver ekki vinnu annars þar hjá sambærilegum fyrirtækjum. En það náttúrulega sko þetta alveg síðan að hugmyndi kom fram á fiskiþingi kvótakerfið sem gekk einmitt öll út á skilvirkni og hámarka hagnaðinn af fiskveiðum og
og þá var auðvitað farin þessi leið þar sem að allir þeir sem að út af var ofveiði þá þurfti að fækka skipunum hvað, þú veist, þau voru 20 og þurfti að fækka 10 og þeir voru bara keyptir út úr greininni og þá voru allir sáttir, allir útgerðarmennirnir en það sem hefur alltaf fundist mjög erfitt við allar þessar breytingar yfir höfuð, það einhvern tvend, það náttúrulega fyrsta lagi auðvitað þetta fortíðin, þeir sem að svo auðvitað mistu bara lífsviðurværið og mistu fasteignirnar lækkuðu í verði og svo voru það líka afleiðstörf sem að fólk bara þurfti að flytja á möluna og það þurfti að bera þetta á fórnarkostnaðurinn af kerfisbreytingunni sem fólk þurfti bara að bera alfarið sjálft og þetta var bara svona hópur sem hafði enga rödd og var ekki samtakamáttur hjá og enginn var að hugsa og þeir þurftu bara að bera kostnaðinn af þessu og síðan það náttúrulega þetta eins og ég heyrði einu sinni og ég selði það svo sem ekki dýra en ég keypti það ástæðan fyrir því að þetta litið á kvótana sem samkvæmt núna skattyfirvöldum hafi verið, þetta var alltaf talið fram til skatt sem hluti af rekstri en skatturinn hefði gert athugasemdir við það og augljóslega engin stjórnmálum gert athugasemdir við athugasemdir skattsins þannig að nú þetta fór að reiknast til eignar og svo kom þessi mál eins og skilnaðamál þar sem allt í einu bara, þú veist, makinn sem var að skilja við útgerðarmannin fekk helminginn á kvótanum og svo þetta hægt að láta börnin fá fyrirfram kettan arf þrátt fyrir það þau sé ekki með útgerð og það sem ég held að skipti mjög miklu máli, það bara að fara alltaf svona heildarendurskoðun á þessu það búin að vera með deilur þetta kerfi sem það var innleitt og líka skoða forsendurnar, þú veist, þetta eitt lagabóðstöðurinn, eitt andi lagana og eitt síðan, þú veist, framkvæmd lagana og það virðist einhvern veginn vera að framkvæmdi sé orðindaldið land frá því sem að andi lagana var og kannski tilgangur og svo má þetta endurskoða tilgangin ef þetta gengur allt út á arðsemi og því líkt. Ég meina, þú veist, ekki eitthvað valjú í því eða eitthvað virði í því að reyna að halda byggð í landinu og vera með kvóta, þú veist, á minni stöðum og viðhalda þannig mannlíf og því líkt. Þannig að þetta bara spurning í staðan fyrir að hugsa bara veiðigjöldin, hvort það möguleiki að endurskoða þetta aldrei svona bara í stóru og víðu samhengi, bara í einhverjum svona hópi, hvað maður segja, sérfræðinga og líka stjórnmálafólks. Já, það náttúrulega að minna á það að fyrsta grein laga, þetta aflaheimildi mynda ekki eignarrétt og óafturkræfilegt forræði. Það hefur aldrei verið tekið út. Og það þannig í framkvæmd. Já, það þannig í framkvæmd. Þannig að spurningin ef til dæmis, ef það verið farið aftur á bak og skoðað, heldur að bankastjórar og bankastjórnir hefðu tekið veð í kvótanum á sínum tíma. Ef þeir eru bara hort á þessa grein. Þeir taka ekki veð í húsinu þínu og láta mig hafa lánið, Það málið, þetta alltaf meðhaldla sem einkæk. Já, en það þarf að skoða það og ég minni á greinarnar allar hans Indriða H. Þóllars að það eru 50 milljarðar þegar búið að borga allt saman, allan pakkan. Þá eru það í skattaskjólum þessara sömu aðila. Síðan 2011 eða mistafist í þeirra höndum þetta mínus plús og þetta eftir en þetta veruleikinn og þetta út af fyrir sig held ég að skýri aldrei tregðuna, þú veist að koma þarna 50 milljarðar á hverju einasta ári sem ætti í rauninni að renna til eiganda eignarinnar og rennur til nokkura fjölskyldna sem að hafa svona gríðarleg tök á samfélaginu að það verður alltaf erfitt að slíta þessi forréttindi úr skoltinu. Það verður ekki gert átakalaust, það líkur fyrir. Það getur ekki gerst átakalaust. Nei. Og fólk verður þá bara að halda áfram að láta eins og ekkert sé, eða að sækja þennan rétt almennings og krefast þess að fá þessa rentu. Við eigum þennan möguleika, þennan valkost kjósundu núna, 30. og við höfum að nota vel. En ég líst ekki á það að þú varst að lýsa þessu rétt með Kristrúnu Frostadóttur, þá sér hún þetta kannski sem, mér er reynd dottið í hug, hvort þú sjá þetta sem eins og bankamaður. Já. Það að segja að bankarnir eru með veð í þessum kvóta
og hvort þetta muni hafa einhverjar en málið er náttúrulega það þarf auðvitað, sko það er ekki hægt að umbylta einhverju sem er bara orðið viðtekið án þess að skoða mjög vandlega og líka hvernig það kemur við þá þar leiðandi alla sem eiga hagsmuna að gæta hvort sem það eru útgerðarmenn eða bankar, lánastofnanir og svo bara auðvitað almenningur. Það verður að vinda ofan að þessu mjúklega en ákveðið. Má ég segja eitt aðeins? Já. Sko, það er hérna, sko, við bjóðum upp á lausn í þessu. Og það er bara dagakerfi sem kemur staði fyrir kvótan. Þannig að það er svona ígildi skaðabóta eða eitthvað, sko, ef þeir vilja að tala um það, þó að þeir séu ekki fyrir hendi. Af því að þetta myndar ekki eignarétt og aftur greinlegt forði. Það myndi enginn í þjóðfélaginu taka eftir því nema það kemur bara meiri afl á land ef þeir eru svissaði yfir í dagakerfi á morgun. Þannig er það bara. Er það ekki saman sóknarkerfi? Nú ætla ég aðeins að leyfa honum Atla að komast að. Atli, hérna, þú varst náttúrulega hjá Transparency og hérna spillingamál í sjávarútvegi eru mörg. Það eru ríflega 5 ár núna síðan Kveikur skúpaði Namibíumálinu en engin ákæra hér á landi. Í gær hringdi í mig sænskur rannsóknar blaðamaður út af upplýsingu sem koma fram í bókinni minni, Besti vinur Aðal, Samherja og engir íslenski fjölmiðlar hafa hringt í mig, þeir hafa ekki sýnt þessu máli nokkurn áhuga, ekki ríkisútvarpið eða neitt. Við erum hér að ræða meinin í íslensku samfélagi en sko er ekki hluti af þessum vanda og það er kannski eitthvað sem þú getur sagt mér eftir störfin hjá Transparency að sko íslenskur almenningur, hann er ekki að fá nógu góðar upplýsingar það hvernig kaupin gerast á eyrinni í gegnum þessa meginstraums fjölmiðla sem að núna hafa kannski mikið að segja það hver orðræðan kortir fyrir kosningar. Jú, kannski. Ef við færum það yfir í sko með svona ákveðnar afleiðingar kvótakerfisins sko að þá til dæmis menn tala mikið svona þessa ofuráherslu á veiðigjöldin núna. Það er einn angi þessa lagakerfið og þegar kvótakerfið sett á sem að held ég gert mitt fæðingarár 83 það ekki? 84 þá koma náttúrulega strax fram alls konar viðvaranir. Ein til dæmis svo að þetta muni ýta undir samþjöppun. Þetta geti það talað hættuna á svona vertical integration sem auðvitað ákveð og svo er það þessi sko í raun og veru hvati til stærðarhagkvæmni og þegar við tölum hvata til stærðarhagkvæmni þá erum við líka leið að segja að það verði minna af smærri eða verði færri smærri aðilar. Það er það sem gerist. Og fólk getur verið með mjög mismunandi skoðanir á því hvað er rétt, hvort við að nota sko kvótakerfi til þess að viðhalda til dæmis atvinnu við veiðar og vinnslu allt land eða hvort við eigum að ýta undir stærðarhagkvæmni en kannski verði bara 4-5 útgerðir. Það sem vantar alltaf hins vegar og Íslands stjórnmál hafa aldrei verið tilbúin raunverulega að skilja er að ef þú ferð þá leið sem leiðin sem við höfum farið að vera með kerfi sem ýtir undir aukna stærðarhagkvæmni, leyfir vertical integration, leyfir líka sko og leyfir svona ákveðið þessa miklu samþjöppun, þá verður að taka rentuna og talsvert mikið af rentunni af þeim. Þeir geta auðvitað eignast, geta auðvitað haldi arðinum af markasetningu og tækniþróun og fjárfestingu en rentan vegna þess að þeir eru með sértækt aðgengi að auðlindinni sem að aðrir fá ekki. Það í sjálfu sér býr til ákveðna hættu. Ég er svo að fara að koma að fjölmiðlamálinu en þetta er inngankurinn. Okay. Ef að menn hafa tekið þessa ákvörðun þá getur þú ekki tekið þá ákvörðun að taka ekki alveg sérstaklega og helst bara alla rentuna. Þannig að þeir hirði í raun og bara arðsemina að eigin fjárfestingu, markasetningu og aukinni skilvirkni. Það er réttlátt og sanngjarnt. Já. Það er ef þú ætlar að fara í þetta stærðarhagkvæmniskerfi sem að ég get séð kosti þess. Vegna þess að þessum þætti var ekki fylgt eftir og hefur ekki verið fylgt eftir í 40 ára sögu þessa kerfis
þá erum við þetta komin á þann stað að við erum til dæmis ekki með neinar útgerðir, þessi útgerð sem eiga minna en 1%, það eru bara hortnar í raun og veru. Það hefur auðvitað orðið gríðalegt byggðarask og þeir eru ekki bara búin að eignast útgerðina, þessir aðilar, heldur eru búin að eignast allt. Og þar kemur auðvitað spillingar á þetta. Og þar getur verið að almenningur sé ekki að fá réttar upplýsingar, jú, en ég meina það er alltaf, ég meina ein leiðin í svona, þú veist, ein leiðin í hagkerfi eins og Ísland, það sem var með svona dominirandi atvinnu greinar, að það er til dæmis greiði til samfélagsins, svo að segja að viðhalda öðrum greinum sem við teljum bara þörf á lífsgæðana vegna. Það er ekki hægt að keppa við það að, það er ekki hægt að keppa við kínverska framleiðendur á gallabuxum með því að ætla að vera með saumakonu sem að lagar. Annarkvort niðurgreiðir fólki sem lagar gallabuxna í lágum launum eða við niðurgreiðum vegna sem við teljum þessa þjónustu nauðsynlega og sama á við fjölmiðlana. Ef við ætlum að tryggja gott upplýsingaflæði og góða ákvörðunartöku og getu stjórnmála og almennings og framkvæmdarvaldsins og eftirlitsstofnana til þess að veita einhvers konar aðhald gegn þessum aðilum sem fá þetta tækifæri sem að stendur, þetta eru það bil 20 fjölskyldur sem að eiga 80% af þessu. Þá verðum við að taka óbærslega mikinn skattaðum og hann fer í það að niðurgreiða aðra þætti til þess að styrkja. Þannig að vandinn, eitt stærsti vandinn við núverandi kvótakerfi er hvernig það hefur ýtt undir ofurauð ákveðna manna og búið til svo ofboðslega sterkan lobbyisma og svo mikla hagsmuni sem að eru bara eignast allt saman og það ræður enginn við þetta. Nei. Þannig að jú, fjölmiðlar mættu standa sig betur en fjölmiðlar, ég meina, þú veist, þeir bara ekkert roði í þetta. Þetta eru 50 og eitthvað milljarðar á ári sem að bara rentan er. Svo erum við önnur öfl sem venslast fjármálaöflin. Við erum vitna því núna í vikunni að stýrivextir voru lækkaðir bara nokkur hessilega 0,5% stig. Það sem að bankarnir gerðu á móti, það var að þeir hertu sína leið til þess að pína almenning, skuldugan almenning, þeir breyttu reglunum, þeir hækkuðu verðtryggð lán og segir Ragnar Þór Ingólfsson, meiri peningum tilbaka út af vöxtum eftir vaxtalækkun Seðlabankans sem nemur 0,5%. Og þarna náttúrulega tengingar á milli fjármálaaflana og útgerðarinnar, en almenningur á engan séns í þessu kerfi og af hverju er að draga þetta fram? Jú, vegna þess að þetta er fréttnæmt, þetta er það sem er í vikunni, en þetta er ekki það sem er verið að ræða á framboðsfundum með oddafólkinu sem er í öllum þessum beinu útsendingum og það eru 2-3 streymi á dag núna, þar sem að oddvitar flokkana eru út allt og það er enginn að ræða akkurat þetta sem við erum að tala um. Ég skjóta, þó ég hafi verið að sleppa orðinu, má ég skjóta þess inn í þetta. Þetta í þessu að annars vegar þá kannski sýnir þetta að eigendastefna ríkisins er óvirk því að það er hluti af eigendastefnu ríkisins að styrkja samkeppni og ríkið á ennþá auðvitað að nánast að fullu Landsbankann og hvað er 1/3 af Íslandsbanka. Það er eitt og svo er þetta náttúrulega líka að Íslandsbanki ríður á vaðið og raun og veru hækkar vextina á óverðtryggðum lánum, ekki? 0,8 punkt. Nei, verðtryggðum lánum, já. Bæði breytilegum og föstum og sumir spyrja sig býtu fastir hægt að breyta. Já, þannig að það er örugglega að fara að losna ekki fara að losna með þetta samningum. En þar í raun og veru það sem Íslandsbanki gerir þar í á þessum fákeppnismarkaði, hann rýður á vaðið, þau skiptast náttúrulega á með að gera það og segir, þú veist, við ætlum að gera þetta og hérna getur þá fylgt eftir og ef að það væri samkeppni á fjármálamarkaði á Íslandi, þá hefðu hinir bankarnir ekki fylgt jafn harkalega eftir. Þá hefðu verið eitthvað banki sem hefði, þú veist, farið aðra leið. Þannig að það er svona þessi, það er þetta, ég myndi segja þetta tvennt þetta það er rosalega skrítið að
eigendastefnan og nú náttúrulega búið að leggja til í 100. skipti en það búið að samþykkja það núna að bankasýslan henni verið lokað. En eigendastefnan greinilega ekki virk og þar eru samkeppniselement og svo má alveg bara segja að þarna signalað að það ekki samkeppni á þessu markaði. Nema, sko, og þetta svona á þessum stundum sem að kannski held ég fólki bara almennt svona fallast alltaf hendur og bara velkomin til Íslands og ég man alltaf eftir ég hlustaði einn svona erindi finnsk mannfræng, ég var að vinna eins og í sambandi við Vestnorræna sem Ísland, Færeyjar og Grænland og þeir voru að fjalla brottkast og fiski sem hefur verið litt vandamál hérna á Íslandi, ekki satt? Jú. Miklu meira en talað Já, og Já, en hins vegar að þá hann var að gera samburðarrannsókn á milli svona svæða þar sem að voru fiskveiðar og lögin og reglugerðnar og eftirlitið, mönnun eftirlits og því líkt. Það var allt svona svipað. Það sem að skipti sköpum fyrir það hvort það var brottkast ekki, það var sko í raun og veru viðhorfin í sjómannasamfélaginu. Ef að sko viðhorfin gagnvart brottkasti í sjómannasamfélaginu var neikvætt, að þá varstu dálítið búin að segja þig úr samfélaginu ef þú varst staðinn að brottkasti. En hins vegar þar sem að var brottkast í gangi, þar sem að sko allir voru bara svona flott hjá þér og svona svona partners in crime og bara give me five og svona samtryggingabandala að halda þessu svona bara innan stéttarinnar og láta enga vita og allir vissu að því að þeir væri stund þetta, þá var þetta sko vandamál. Alveg óháð reglunum og lögunum og eftirlitinu. Og þá hugsaði með mér sko, ég held og ég verð að segja þá, það er rosalega margt gott og jákvætt á Íslandi, en það eitthvað við viðhorfin sko gagnvart eins og til dæmis eins og þess hversu lengi og land þú getur gengið, þú veist bara til þess að græða fyrir hlutafana, svona skortur á hugmyndum samfélagsleg að svona ábyrgð og líka bara svona eins og réttlæti, hvað sanngjarnt og réttlátt og svo auðvitað alveg þekkt með bankana að þeir væri ekki að græða svona mikið nema út að þeir eru fáir og það fákeppni og það bara, þú veist, þó að sé kannski ekki eins og að ég samráði með græmmitu björskilið sko sem komst allt upp þá eru allir í svona sínu litlu samfélögum að ræða málinn og þvílíkt og ég held að mér finnst þetta eða bara svona í vera mergum málsins og kannski kjarni vandans ákveði svona samferðslega viðhorf eða siðferðilega kannski og og það sé bara einhvern veginn og svona ákveðin græðgisvæðing og efnishyggja líka sem að svona einhvern veginn réttlættir þetta allt saman finnst mér og ég meina það svona fáraleg dæmi eins og hver var það sem var eitthvað að finna sem yfirmaður símanum og lét eða pósturum og lét leggja rafmagn í sumarbústaðin sinn og einhvern veginn skilurðu, þú veist, fátækt fólk á Indlandi reynir að taka, þú veist, rafmagnið og leiðin í húsin sín og það á ekki krónu, en svona einhvern veginn þeir sem eiga oft mikið sko fjármagn alltaf að reyna að koma því undan og þú veist, og ekki svona kannski borga sitt í samfélagsins. Ég vil síða endur tekið eftir að þeir eru staðnir með hendin í kökuböknum og ég meina hlutvarsla það voru hæsta hlutfall með við höfðatölu eins og alltaf af aflandsreikningum á Íslandi og þannig að þú veist það eitthvað auðvitað eitthvað svona sem tengist viðhorfum og siðferði. Mér langar svolítið að það sem Atli var að tala um að nefndi í sambandi við þetta ofurvald, við erum búin að búa til svona ólígarka sem enginn leggur í og stjórnmálamenn þeir leggja ekki í þetta kerfi sem við stöndum andspænir en hins vegar að þá búið að fór í gang mikið ferli í kjölfarhrunsins, stjórnarskrárferlið bara lýðræðislegasta stjórnarskrárferli sögulegt sem bara getur og það eru þar til tillögur að nýri stjórnarskrá sem síðan fór í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þær tillögur fela í sér afnám þessa óréttlætis sem að kvótakerfið og meðferð annarra auðlinda sko
hefur skapað okkur. Sem verður erfiðar og erfiðar að vinda ofan á með hverju árinu. Já, en það sem ég að hugsa að sko stjórnmálaflokkarnir, þeir hafa þetta vopn í hendi, þeir hafa almenninga bak við sig, lýðræðislegt umboð til þess að afnema þetta óréttlæti, en af einhverjum ástæðum að þá leggja þeir ekki í þetta. Nei, svo skortir þetta, minna það er mikið talað það, þú veist að það skorti að fjárfesta betur í öllum þessum grunninnviðum, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og jafnvel samgöngukerfinu líka og og það eru eins og þau eru að benda á þessi skattaundanskot og það eru takmarkaðir innheimta, þú veist, rentuna af auðlindunum og svo líka þetta samþjöppu val, sko, þegar að 20 fjölskyldur eiga allan kvótan, svo er verið að fjárfesta arðinn í öðru og ég meina bara eins og náttúrulega miðbærinn, þessi nýji gamaldags miðbæri Selfossi náttúrulega bara í eign eins Þetta eru kvótapeningar. Þetta eru kvótapeningar, hans heitir ekki Vilhelm, nei hvað heitir hann? Þetta er Samherja frændin eða Kristján Vilhelms og og þú veist, og svo náttúrulega þegar þú leiði það út, það hefur þú veist, tekið á því og þannig verður þetta alltaf sko djúpstar út af því að þú veist, þú endur fjárfestir einhvers staðar. Ég heyri að Samherji hafi fært sín umsvif yfir í miðflokkin, frá Sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin. Samherji sé á bakvið flest í miðflokknum. Ég veit ekki hvort þetta er satt eða lögið, en þetta er saga sem að heyrist innan úr frá fólki sem hefur yfirgefið miðflokkin og farið í aðrar áttir. Eigum við að kíkja aðeins norður til Akureyrar núna og sumir kalla þetta sem fyndna frétt vikunar, en ég veit ekki hvort hún er svo fyndin, sko, og víkja aðeins sögunni að formanni miðflokksins sem ákvað að heimsækja einhvern framhaldsskóla. En er einhver að tala um það? Ég hef ekki heyrt fréttina. Bara fyndin og klaufaleg frétt. Ég meina, þú veist, þetta er svo djúpinæl. Ég veit ekki hvað maður á að segja um þetta. Því að það er eiginlega sko að versta við þetta fyrir miðflokkin er í raun og veru, þú veist að þarna birtist svo vel sko hvað þetta er í raun og veru innan tómur flokkur, hann er búin að Hver var fréttin? Já, þau fóru hérna inn í verkmenntaskólan á Akureyri, það var eitthvað fundur og það komum eitthvað spurning sem að fulltrúið miðflokksins svaraði ekki nógu vel að mati Sigmundur Davíð sem fær veður af því. Þannig að hann veður inn í skólan nokkur seinna, fyrir að krassa á húfur og teikna yfir myndir af öðrum frambjóðandum og enda með því að dólkslæti og uppnefna einhverja krakka og Sigmundur Davíð. Sigmundur Davíð, já. Á tveimur öðrum en hann var forsprakki. Skólastýran segir þetta sé algjörlega óverjandi og aðstoðarskólastýran hún reynir bara að koma manninum út, Sigmundur Davíð, og það tekst skilst mér. Síðan eru þau búin að vera að karpa um það sko hvað sé satt úr lögið, hvort hún er í pólitík, hvort skólastýran sem var í 21. sæti fyrir Samfylkinguna fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar sé bara að gera þetta af því hún sé í Samfó og svo framvegis. Þetta var svona bara fréttin á örstutt áður en allir heldur áfram. Já, ég meina þetta er bara, þú veist, það er svolítið, ég held að sé vandræðalegt fyrir hann að geta ekki leyst þetta, hann á bara að hætta sem við Davíð, þú veist, hvort sem að honum finnst þetta sanngjarnt eða ekki, þá er þetta bara eitthvað að ég veit ekki alveg, kannski virkar þetta vel í miðflokksfólk, svona kannski þetta anti-Vogue sem að þeir eru mjög mikið uppteknir að. En sko, það sem mér langar til þess að þið kannski ræðið aðeins núna, það er sko, eru þetta sögurnar sem að hækka fylgi flokka 2-3% eða lækka þau, er svona persónubundnar sögur, við erum með Máliðans Þórðar Snæs, við erum með Jón Gunnars í ráðuneytinu, eru það þessar einstaklingar að skandalisera? Er það þetta sem að nú orðið ræðið í hvort fylgi flokks fer upp 2-3% vegna þess að málefnaþurfin er slíka að það er alveg rétt hjá Kára, það er ekkert verið að ræða stjórnarskrána, breytingar á henni núna fyrir þessar kosningar, það er ekkert verið að ræða sjávarútvegsmálin, það er verið að ræða minnst af því sem að kannski manni finnst að ætti helst að ræða. Ja, mér finnst ég eiginlega hamingjusamur með það að þau eru tvö Magnea og Kári sem að nefna stjórnarskrána að fyrrabragði, ég hafði ekki minnst á hana. En ég veit ekki með svona skandala sem kom upp, kannski athygli skiptir svo miklu máli en ég bara hreinlega hef ekki vit á því. Það fyrir, væntanlega eftir í hvers eðlis skandallin er.
Hvað er kosið? Hver Launatjekkan, það er kosið launatjekkan. Það er alveg eðlilegt, sko, það er bara mjög mikið strýtt að vera á Íslandi. Það þarf að slökka, þú veist, það loga eldar og það þarf að slökka. Maður sér náttúrulega stóru auglýsingarnir lækkun vexti, lækkun verðbólgu. Já, húsnæðismálin. Sko þeir lækkuðu í vikunni og samt hækkuðu afborganir á húsnæðislánum fólk. Glæpamennskan er svo skipulögð að það er alveg sama hvað gerist. Þú veist alltaf. En í sambandi við svona einstaka frambjóðendur og einhverja sögur þá skilst mér nú að samkvæmt svona rannsóknum þá skiptið ekki öllu máli, þú veist, en það er svona meira heildarmynd flokksins og málin sem þeir beita sér fyrir og aðri frambjóðendur þó kannski, en það getur auðvitað haft einhver áhrif, vissulega. En þetta er náttúrulega Ég meina, þetta er náttúrulega bara formaður flokks sem að haga sér kjánalega og finnst hann eflaust vera eitthvað fyndinn. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þetta hann hafi bara ekkert hugsað út í þetta hafi bara gerst þarna á staðnum eða hvort hann hafi, bara ætlað sér að vera fyndinn eða eitthvað, ég veit það ekki. En það rifjaðist bæði upp Wintris-málið og Klaustursmálið að hann sýndi aldrei í þeimur málum að hann kveikti á því að hann hefði gert eitthvað rangt og það er nákvæmlega eins með þetta mál. Hvað eru það mörg mál þar sem maður býður eftir því að hann sjáu einhverja sök í einhverju sem gerist? Þú veist að segja hann sé bara svona ákveðin persónuleiki eða svona persónuleika kannski með einhverju persónuleika röskun. Ef við fáum 100 svona dæmi persónuleika röskun hann er fyrirverandi forsætisráðherra þjóðarinnar þessi maður og það stendi hann yrði það aftur bara núna fyrir nokkru vikum þá var bara fylgi miðflokksins en þetta er sko af því að þetta er hann þá er þetta náttúrulega hallærislegt að króta á aðra frambjóðendur skegg og ég veit ekki hvað klaufur og hamar og ég veit ekki hvað en þetta er fyndið þegar 5 ára krakki gerir þetta. Það er mín upplifun af þessu sko. Hann hagar sem svo 5 ára. Ég ætla að fá að skipta þessum skoðun varðandi þetta mál, ef ég má. Okay. Ég held að svona þykir bara mjög fyndið og sniðugt hjá miðflokknum. Því að þau eru svona það er eitthvað svona hluti af flokknum, þetta er eitthvað svona antivókismi og þau eru svona eitthvað neginn þessi róttæka skynsemisyggja eða hvað sem þið kallaði svona contrarian eitthvað svona og hann er svona svolítið, þú veist hann er svona svolítið lúði sem að sko þess að hann Sigmund Davíð sem að sko miðflokksfólki finnst hann rosalega cool og ég held sko að ef við speglum þetta til dæmis í máli Þórðar Snæs sko, sem að mér finnst reynda mikið synd að hann hafi tekið þessi ákvörðuna því ég þekki hann Þórð bara af góðu en ég ætla samt líka að segja að það er hversu eins að ákveða hver hans afstaða er. Það er ekki ómálumlegt að málið sé til umræðu. Ég held til dæmis að Þórður Snær hafi tekið rétta ákvörðun og gefið samfylkingunum svolítið mikið, sagt, þú veist, við erum með mjög harðar kröfur og okkar frambjóðendur og það verður, þú veist, og forestan stýrir og það verður ekki neitt tolerans fyrir neinu. En sko, ef að Þórður Snær hefði átt lengri sögu innan flokksins, þá held ég að sé alveg sko góður séns á því að sko sjálfboðaliðarnir og aðrir sem voru að vinna fyrir flokkin hefðu verið tilbúin að standa meira með honum. Þetta hefur svolítið með það að gera hvaðan hann kemur og hvernig þau þekkja hann. Og menn Sigmund Davíð er einhvern veginn svo óskoraður leiðtogi miðflokksins. Þannig ég held að þetta muni herða miðflokksmenn í sinni afstöðu en öllum öðrum muni finnast miðflokkurinn ennþá meira hallarslegur heldur en í gær. Þannig að þeir muni tapa fylgi á þessu. Nei, ég held að þeir muni fólk sem að finnst miðflokkurinn og miðflokksmenn svona svolítið sexy, það mun samferðast ennþá frekar við þetta en við hinn mun samferðast ennþá frekar það að þetta lið sig ekki. Ertu ekki að segja að það sé smá trumpismi í þessu að sko þegar Trump er með dólg og gerir grín að öllum hefðbundnum reglum í kringum hann, þá er einhver líka bara Boris, ég meina hann gerði svona list úr því, þú veist að þú veist, ég get ekki allir ekki að sko láta eins og ég geti sálgreint miðflokkinn sko, en ég meina ég held að fólk sem að laðast að þessum flokki líti svolítið á að þú veist það sé og mikill elitismi í landinu eða
kannski að fólk, að það sé of mikið svona vókismi og það sé svona, maður sé einhvern veginn svona constrained að það megi ekkert segja og ekkert gerast og allt sem tekið svo alvarlega sko. Og það er svona þeirra identity, ég veit ekki hvort það er trumpismi en mér finnst þetta að vera svona, ég meina hann er náttúrulega Sigmundur er sko ofsalega breskur, hann er augljóst að hann sækir mikil áhrif svona þaðan og mér finnst hann oft svolítið líkur honum Boris sko að koma sér bara undan öllu með eitthvað svona fíblalátum og eitthvað og það bara virkar skilur að því að kannski eru bara enga staðrendir til og kannski eru bara allir í pólitík eins og meðal annars skólastjóri sem að augljóslega var dregin inn í þetta mála því að hún er í ákveðnu hlutverki. En það er náttúrulega eitt að vera með einhverja eitthvað svona stönd sko og króta á myndir einhverja mótframbjóðanda en annað svona einhvern veginn að eiginlega ráða svona gegn þessum skólastjóra finnst mér og reyna svona að fara að draga eitthvað. Það er fleira, Sigmundur Davíð birtir myndir á sér og einhverjum börnum sem eru undir 18 ára aldri, ólögráða börnum, einhverja sjálfur eitthvað svoleiðis, notar einhverju svona flipp tilgangi, hann er ekki búin að fá leyfi. Börnin, foreldrar barnanna eru ósáttir. Það er ýmislegt fleira í þessu sem er bara Já, en hafa hann ætlað að fiska athygli út af þetta? Hann fikk mikla athygli, fekk hann atkvæði, er spurningin. Nei, ég held að þetta sé neikvæð athygli heilt yfir. Ég er alveg viss um það. En hvað gerir maður til þess að fá athygli núna í þessari kosningabaráttu? Ef ég má sko, þetta hvað sem er að lenda ofan á í kosningabaráttunni í umræðinni, sko, þegar það er boðað til kosninga með 45 dögum, þá fer allt upp í loft, allstar. Og það bara einhvern veginn gerist þannig og það fara allir einhvern veginn bara hvar sækjum við atkvæði núna sko, við höfum bara 45 dagar sko. En mér finnst ekkert endilega bara stjórnmálaflokkarnir ráða umræðinu, það er náttúrulega mikið fjölmiðlamenn eins og bara Stefán Einar þessi viðtöl sem hann er búin að tala og hvað kemur umfjöllinu sem kemur í kjölfæri og afleiðingarnar sem það hefur, þannig að það er ekki síst sko fjölmiðlarnir sem hafa daldið í raun og veru fara að láta hlutina snúast kannski meira eitthvað annað heldur í málumnin. Já, og ráða dagskránni mjög miklu leyti sko. Og þetta er auðvitað mjög misjamt. Þú sér til dæmis í ríkissjónvarpinu, það eru bara með spurningarnar, þú fær 30 sekundur hvað ætlar að gera í sambandi við heilbrigðismál og knúsleikurinn og þau velja þar með umræðu efni og knúsleikurinn hjá það er náttúrulega eðlilegt líka hvernig þau luku kappræðunum knúsringur, hvernig þau luku kappræðunum með daginn, þau luku kappræðunum á knúsring, þú ættir að segja eitthvað fallegt og knúsa og eitthvað svona hrósleikur sko þannig verða að gefa mjög ákveðin skilaboð finnst mér. Þessi kosningabarátta, hún á ekki að snúast eitthvað svona alvöru og eitthvað alvöru átökin í íslensku samfélagi. Ég hugsaði eitthvað svona líka, mér fannst þetta eitthvað þetta er ekki leið sko. Við erum hér öll vinir, þetta er svona leikur En ég heyrði hann líka Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðanda, segja einhverju viðtalundaginn að annarkvort þyrfti að rannsaka það eða hvort rannsókn er komin á stað það að ítök moggans eru miklu meiri í samfélaginu heldur talin hafa verið. Málin sem að moggin startar til í kosningabaráttu, í aðdraganda kosninga og áhrifin, allir hinir sem að hlaupa alltaf og elta, Stefán, siðfræðing, að þessi áhrif hafa sennilega verið vanmetin telur hann sem stjórnmálafræðingur. Er þetta ekki hluti af líka og bara valdi útgerðar í samfélagi? Ég meina þeir eiga náttúrulega dýpstu vasa Íslands og mér finnst þetta mjög áhugavert að sko, hvað maður að segja, að dagskrárvald moggans og áhrif moggans fyrir kosningar hafi verið meira heldur en við máttu okkur á, en núna er það ekki að gagnast þeim neitt ef við horfum á fylgi Sjálfstæðisflokksins. Það er alveg bara í frjálsu falli. Mér langar til að spyrja ykkur næst, segjum sem svo að Viðreisn og Samfylking myndi næstu ríkisstjórn og verða kannski með einn millilið með sér, hvort sem það erði 3 þingmenn Framsóknarflokks eða eitthvað svoleiðis. Hvað breytist raunverulega? Má ég Þú mátt byrja. Ég skal vera jákvæði maðurinn. Ég veit að það er alveg sérstök list vinstri manna að hata Framsóknarflokkinn sko meira en alla aðra. Af því að við kannski okkur finnst hann ekki mjög sexy, en
Það sem að ég myndi segja að myndi breytast og mjög mikilvægt að breytist að núverandi ríkisstjórn óvinsæl, ekki vegna þess að hún of langt til hægri og ekki vegna þess að hún of langt til vinstri eða að hún ekki nóg mikið miðjustjórn, heldur vegna þess að hún kaotísk og veit ekkert hvort hún að fara og hún alltaf á hlaupum en hefur aldrei ákveðið hvernig hún ætlar að hlaupa eða hvert. Og fyrir fólk sem að bara að sinna börnunum sínum og byggja upp heimili og vinna og það mikið stríð að vera á Íslandi og halda sér fjárhagslega floti, þá þetta bara óafsakanlegt og ég hef trú á því að þessi 3 flokkar, ef þetta niðurstaðan, þeir munu nálgast þetta með aðeins öðrum hætti. Það orðið bara eitthvað svona, þeir bara einhvern veginn orðið svona pækluð í þessari vitleysu og það einmitt mjög eiginlega athyglisverðasta sem hefur komið fram í þessari viku eiginlega eldússpjall með Sigurði Inga sem að Framsóknarflokkurinn bara deildi sjálfur og að sjálfsögðu í tilgangi kosninga. Nú upplýstu okkur. Já, þar Sigurður Ingi náttúrulega bara að tala hvernig að sjálfstæðisflokkurinn ekki VG var óróleikinn í ríkisstjórninni. Hann segir það bara að einstaka þingmenn eða bara hálfur þingflokkur sjálfstæðisflokksins hafi bara verið í stjórnarandstöðu. Flokkurinn sé ekki stjórntækur, það hafi ekki verið hægt að vinna með þeim. Hann hafi verið algjörlega stjórnlaus, talar það að þau hefðu átt að slíta þessu samstarfi í janúar og jafnvel fyrr, þegar jafnvel átt að gera það 2023 þegar kom í ljós að sjálfstæðismenn gátu ekki klára eitt einasta af sínum málum. Þú veist, þetta ástæða þess að þessi ríkisstjórn svona óvinsæl vegna þess að fólk ekki svona ofboðslega hugmyndafræðilega þenkjandi, meira að segja þeir sem að þú veist, það alveg, þú veist, ok, það fyllt af fólki sem mjög svona hugmyndafræðilega þenkjandi en ég held í alveg svona 90% af kjósendum og bara á þeim sem að taka þátt í harkalegu pólitísku starfi finnist það til dæmis engin svik við byltinguna að það sé gaman, þannig að það má alveg svona aðeins fljóta í hugmyndafræðinni. Þannig að það myndi breytast. Ég ætla að segja eitt til varnar Viðreisn því að ég hef ekki verið svona þeirra stærsti aðdáandi og það svona ofstórt identity skref fyrir mig að kjósa þann flokk þó að ég sé sammála mörgu. Það sem öðruvísi með Viðreisn heldur en Sjálfstæðisflokkinn það að Viðreisnarfólk lítur svo á að þegar það sest niður og semur við þau eitthvað samstarf að þá hafi orðira einhverja meiningu, það sé einhver meining í samningnum. Þannig ég veit að, þú veist, að fólki mjög langt til vinstri og mjög langt til hægri finnst mjög gaman að hata Viðreisn, þú veist, og það bara stuð. En þetta munurinn á Sjálfstæðisflokknum og Viðreisn. Viðreisn lítur svo á að þegar þau hafa gengið til samninga þá hafi það einhverja meiningu. Ég ekki að segja að þá standið þau fullkomlega við allt, það gerir það aldrei neitt. Heldur, þú veist, þarna regin munurinn á meðan Sjálfstæðisflokkurinn lítur svo á að það sé bara, nú sé bara búið að binda alla saman og bara hagsmunir sé fastur og enginn getur flúið og nú verði bara eitt næsta kjörtímabil í það að sparka svo duglega í sína samstarfsfélaga að þeir verði veikari næst. Og þetta allt í náttúrulega ekki að virka lengur. Þannig að því hún nefnir þetta, þá þetta stóra breytingi sem ég myndi sjá. Og ég held að það getur verið jákvætt. Má ég aðeins Kári, getur verið að Viðreisn sé að skora á því að vera eini flokkurinn með ESB bara hátt á dagskránleika? Ég bara nokkuð vissu það. Ég heyri það bara á fólki í kringum mig. Í sósíalista? Nei, ekki reyndar, nei, það ekki þar sem maður heyri þetta. Ég á sem betur fyrir fleiri svona annar staðar í búblónum. Já, annar staðar í búblónum. En ég heyri þetta málið. Það eru alveg harðir sósíalistar sem, þú veist, getur bara alveg hugsað sér þetta. Og þá þarna fyrst og síðast verið að tala bara sterkan gjaldmiðil. Við erum hér með handstýrt gengi á krónunni og það notað bara fyrir, því ekki dreift samfélagið, af því að það það sem skiptir kökunni, En þannig að þetta bara þetta sem að við ætlum bara að fá stabilt gengi, við nennum ekki þessu upp og niður dæmi, ofsa vextir, mikil verðbólga, lág verðbólga, lágu vextir og svo bara allt upp í loftingunni. Fólk bara hægt að taka þetta. Og þetta einmitt þessi neytendaávinningur af það sem fólk að hugsa og auðvitað búið friðþja atvinnulífi með því að leyfa
sko hversu mörgum fyrirtækjum að gera upp í evrum en í sambandi við sko svona stjórn sem væri þá við samfélkingina uppstöðu til og með einhverjum öðrum flokki þannig að þarf það, mögulega gæti það komið upp úr að þessi tveir flokkar myndi bara mynda tveggja flokkar ríkisstjórn. Já, en þetta var náttúrulega þegar með 31. Já, þeir eru komnir mjög næri því en þá er þetta náttúrulega sko flokkar sem eru svona hlið við hlið sko og mjög svona samstiga og svo margan hátt. Hefur tækifæri til mjög róttækra breytinga. Já, og gætu þá í raun og veru gert nákvæmlega þetta sem að þeir eru að segja að þeir muni gera og náttúrulega samfélkingin náttúrulega líka hlind aðgöngu eða þú veist, inngöngu í ESB en það verður sko að vera þá stjórnara þjóðar atkvæðagreiðsla miskust á undan hvert eigi held áfram og svo þetta samningana og það held ég að flesti séu bara sammála en í sambandi við sko þetta síðan þau eru búin að mynda stjórn og hvert fer svo stjórnin og hvað er fólk að fá í raun og veru. Sko ég held að vandi sig aðeins kannski ekki djúpstæðri heldur en bara stjórnmálflokkarnir og hvað þeir vilja eða standa fyrir. Sko í fyrsta lagi ekki svona fjölskipað stjórnvald hér. Mér finnst alveg, það er rosalega svona ráðherraræði. Það er rosalega furðulegt að hlusta á ráðherra í sömu ríkisstjórn segja bara nei sko ég er ekki sammála þessu en þetta er hennar mál eða eins og með hvalveiðmáli en ég og þú veist og þú ert í sömu ríkisstjórn og svo náttúrulega þessi stjórnarsáttmáli, hann hérna á Íslandi mjög svona frekar, það er bara stikla á stóru en til að mynda í öðrum ríkjum eins og bara Þýskalandi þá gerðu sáttmáli og það er ekki nóg með að það sé sagt sko hver markmið sé og hvert er stemt heldur líka bara hvernig eigi að gera og þetta er bara margra hundra eða þú veist, þetta eru margra hundra blaðsjur Þorkell Helgason benti einmitt á þetta það sem að sko verið, þetta er bara og þú veist og sem einhver að þá veistu bara nákvæmlega sko hvað þessi ríkisstjórn ætla sér og hvað hún ætla sér og hvernig hún ætla að koma í framkvæmd og nú er búið að vera að tala það og það er búið að vera svo mikið svona ólga í stjórnmálunum og þú veist að það var ekki fyrir eftir hrun sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setti að skilyrði fyrir láni til Íslands að þeir hættu þessu eins árs fjármálaáætlun og bandormi endalausa og settu sér stefnu sem að ætti vera langtíma til bara jafnvel 30 ára og svo 4 ára fjármálaáætlun og svo er það náttúrulega, þú veist, fjárlauna hvert ár og því líkt og þannig að ég held að þetta er dálítið svona vandinn þarna og ef við erum að tala spillingu og þú veist, aðgang sérhagsmannahópa að ráðherrum og litla Ísland þar sem er svona erfitt að segja nei sko þá verður eiginlega að koma upp með einhvers svona kerfi sem verði dálítið ágangi og verði gagnvart því að þú sér bara kannski útilokaður úr einhverjum hópi eða einhver vilja ekki tala við nokkuð tíman aftur út að þú ert ekki að gera það sem þið vilja að gera og þá verður að geta bara bent í að hérna er stjórnarsáttmálinn, þetta er það sem við að gera, þetta er búin að samþykkja svona að gera þetta og því miður er ekki svigrúm til þess að koma móts við það sem þú vilt og þá er hægt að kannski aðeins að fara að uppræta líka þessa spillingu sem felst í þessu návigi og þessum aðgangi og þessu svona óljósu stefnu og stjórnarsáttmálum sem að opna á svo mikið af alls konar tækifærum og götum sem er hægt að smjúa inn í. Má ég grípa aðeins þetta því að þú talar til dæmis þetta að verja því ágangi frá útilokun þá þurfum við til dæmis að hafa það í huga að útilokun virkar betur hér heldur en í stærri samfélögum vegna þess að þú veist og það getur verið talsvert atvinnufrelsi í því fyrir sjómenn þegar sko útgerðarmenn skiptast í fylkingar og deila sín á milli vegna þess að það getur bara leyft mönnum að ferðast aðeins á milli fylkinga og tryggja þannig þú veist og þetta getur gilt alls staðar í samfélaginu. Það er líka eitt varandi þetta með varandi sem sagt bæði stjórnarsáttmálana sem eru oft svolítið prump sko og og munin til dæmis í Þýskalandi og annað er að þú veist hér höfum við verið með kerfi sem að ég held í grunninn sé sniðugt að það eru ríkisstyrkir til stjórnmálaflokka vegna lýðræðislegs hlutverks þeirra. Það sem hins vegar er mjög sérstakt á Íslandi er að það er ekkert opinber stuðningskerfi, jafn skilningsríkt á þörfina á rekstrarfé án hvaða og einmitt stuðningur löggjafans við stjórnmálaflokka.
og þetta bara reiknað, þú veist, það eru auðvitað alls konar tækniatriði sem að má fara í, þú veist, hvernig þetta er reiknað út og annað slíkt, þú veist, það samt inn í þessu ein eining svo kallað, það sem að svona, þú veist, allir fá eina einingu og svo færðu einingar eftir stærð eða eftir fjölda þingmanna, en þessi peningar, þeir eru, sko, það ekkert inn í þessu styrk, sko, hvað á að fá í staðinn. Eitt af því gæti til dæmis verið kvöðin það að vera með transitional plan. Þú veist, hvernig fer transition of power fram eftir kostningar? Þú veist, ég meina, í staðin fyrir að menn safni þessu í sko kostningasjóð, að því að þeir bara annað gæti verið að það þarf að viðhalda ákveðni þekkingu, þú veist, viðurkenning á því að stjórnmálaflokkar ekki að vera tóma skeljar, heldur að það kannski þurfa að vera með hagfræðing eða bla bla bla, þú veist. Þannig að bara til að svona styrkja það sem þú varst að segja, ég taka undir það, sko, að þú veist, við erum líka ekki bara með innviðina, sko, til þess að þú veist, við erum með styrkjakerfi af því að það var eiginlega farið fram á að vera með styrkjakerfi og öllum finnst það sniðugt að það sé styrkjakerfi, en svo einhvern veginn ekki alveg skýr hugmyndum, sko, hvaða þjónustu flokkarnir eiga að geta veitt sínum flokksfélögum og vegna stöðu þeirra sem hluti af hinum lýðræðislega mekanisma. Það er eiga uppfylla einhverjar kröfur. Já, og kannski ástæðan svo að þá yrði niðurstaðan mögulega svo að jafnvel þótt að þykja ofsalega miklu peningar, að þetta sé ekkert rosalega miklu peningar í stóra samhenginu. Þetta sé dýrara en við erum að borga núna vegna þess að fagmennska kosti. En mér langaði aðeins að taka upp þetta með þetta fjölskipa stjórnvald sem ekki hér og er tekið á í nýju stjórnarskránni að ráðherraræðið hér er alveg, sko, yfirgengilegt og þetta, hann talaði þetta strax eftir hrun. Eiríkur Tómasson hérna fyrir hæstaréttardómari og hérna prófessor í stjórnlögum að þetta væri ein aðal hérna hann bara talaði að stjórnskipunin væri að hluta til handónýtt, sko. Og þetta ráðherraræði lýsi sér til dæmis í samræðum flokkana eftir kosningar. Þorkell Helgason, hann benti einmitt á þetta hérna 2021 þegar að ríkisstjórnin var mynduð aftur, þeir endurnýjuðu heit sín hérna, að þá fóru bara 3 ráðherrar upp í sumarbústað eitthvað og hérna á sama tíma í Þýskaland var verið að hérna mynda stjórn og þar voru sko 33 málefnanefndir að verki og skila af sér svona plaggi eins og þú varst að lýsa hérna á það, sko. Og þetta, Lúðvík Jósefsson, sko, ferði út landhelgin í 12 mílur með bara reglugerð. Það vildi það enginn í ríkisstjórninni. Það voru góðir tímar. Hann bara gerði það með reglugerð. Hann hitt að góða ákvörðum þar. Já, hann hitt að góða, en þetta er svo mikið gerræði. Og þetta er nefnilega það sem að ráðherrarnir sjá líka í hyllingum eða þingmenn sem vilja verða ráðherrar. Þegar þú ert á ráðherra þá getur bara, þá ertu bara eins og kóngur. Ég spyr Brynjar Níelsson ef má aftur koma að þessari blessuðu bók Besti vinur aðal. Ég spyr Brynjar Níelsson út í þetta ráðherraræði. Hann vil enn auka völd ráðherra. Hann segir að þeir hafa ekki nægilega mikil völd. Hann fer í völd allra nafnlausu, andlitslausu embættismannanna og vill hérna sem sagt minnka þau. En sko þetta er svolítið sérstök menning. Eiríkur Tómasson talar þetta í viðtali við Egil Helgason rétt eftir hrun og það er svo dýrmættur tími, þá tala menn bara beint frá hjartan og hann talar einmitt þetta hérna að ráðherrar hér hafi sko sömu stöðu og konungur og ráðgjafar hans á sko 19. öld í Danmörku. Mér finnst þetta minnum og hann nefnir líka eitt sem er mjög mikilvægt. Hann segir að kollegar sínir hérna í útlöndum tala það hvað íslenskir embættismenn séu hræddir við að taka ákvarðanir. Þeir þora aldrei að taka ákvarðanir, þeir eru alltaf að bíða eftir fyrirmælum frá ráðherra. Það er búið að kaghýða þá. Já, þeir bara þora ekki, sko. Þetta er einhver menning sem hefur orðið til, sko, vegna þessar gölluðu stjórnskipana sem við búum við. Og mér langar að segja, ég held að þetta sé rétt hjá hérna alla, sko, Samfylking og Viðreisn, sko. Ég held að fólk væri alveg til í að fá bara hreint borð og bara fá nýtt lið inn á völlin alveg. Jafnvel þó að
Framsókn yrði með eða einhver annar flokkur, til dæmis sósíalista, ég veit það ekki sko. En ef það fari í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna ESB, þá verður líka að gefa ykkur fyrirheit það að uppfylla að fara að úrslitu þjóðaratkvæðagreiðslum nýja stjórnarskrá. Bindandi þjóðaratkvæði, það bara það sem verður hér. Allar þjóðaratkvæðagreiðslur eru bindandi, þú leggur ekkert í dóm þjóðarinnar, það eru ráðgjafandi bara af tæknilegum ástæðum, af því að stjórnarskráin túlkuð þannig að það sé ekki hægt að binda hendur þingsins. En þetta kom fram í greinargerðum með lögum og framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðsluna, að sjálfsögðu þá yrði það bindandi pólitískt og siðferðilega. En þetta líka rosa merkilegt finnst mér í íslenskum stjórnmálum, þetta sko að menn svona bara einhvern veginn leyfa sér alveg ótrúlega hluti. Ég meina nú það frækt dæmi náttúrulega ráðgjafandi þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit og náttúrulega bara þú veist eitthvað stærsta og rosalegasta verkefni, pólitíska verkefni sjálfskaða sem að nokkur þjóð hefur farið í. Á niðurstöðu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að það ekkert, ég meina löggjafinn bara fer með þessi mál, það bara, þú veist, hann ekki og að því að og þetta svo ótrúlega skrítið í íslensku stjórnmálum sko að ég skil ekki hvernig sko menn bara sjá það fyrir sér, að geta farið í svona verkefni, inklúderað bara einhvern veginn þúsundir manns, að þetta var ekki bara þjóðaratkvæðagreiðsla og líka fundir og fyrirheit og þetta niðurstaða og sko hvað sem manni finnst sko loka skjalið og ég kannski þú veist ég myndi kannski segja sko að ég var ekki það var svona ákveðið element í þessu ferli sem að ég vilja sjá gera staðins öðruvísi en virði niðurstöðuna og nýja stjórnarskrá alveg 100% þrátt fyrir það en það er svo ótrúlegt einhvern veginn að fólk bara leyfi sér þetta að segja bara þetta var samt meira bara svona eins og eitthvað svona skoðanakönnun það bara tæknilegt þú veist vegna þess að þetta kerfi okkar og tiltrú á svona bara integrity lýðræðiskerfisins hún byggir á því að orð og lofvorð einstakar stjórnmálamanna og embættismanna sjálfsög líka þar að segja í formi svona kerfisins hafi ykkur að meiningu. Þess vegna segi þetta með fólk við það að þetta sé bara sjálfsagt, þetta leikalegt. Þess vegna segi þetta með Viðreisn þegar ég sagði þó að ég oft svona svolítið erfitt með þau að það stuð hjá þeim og þetta gott fólk, góði samstarfi en þau til dæmis, þeim finnst þú veist það sem þið segja allavega í samningaviðræðum hafi ykkur að meiningu alveg eins og Samfylkingunni og reyndar alveg eins og flestum stjórnmálaflokkurum kannski fyrir utan Sjálfstæðisflokki. En þetta með heilindinu þetta skiptir rosalega miklu máli og viðhorf einmitt gagnvart skoðunum og áliti almennings og ég man þegar það voru mótmálin að Bjarni Ben myndi taka sér forsætisembættið forsætisráðherra embættið, man ekki hvað voru það 45.000 undirskriftir sem komu og þá sagði hann að fólk má auðvitað hafa sína skoðanir, svona virka lýðræðið og svo bara hélt hann áfram og tók við embættinu og og þú veist, og þá hugsaði, nei, hann skilur ekki alveg hvað virkar út af því að, þú veist, þarna rödd almennings, þarna fólk sem að vill ekki taka við embættinu og þó að þú kannski að taka mark á því, en ekki segja bara að þau með alveg hafa svo skoðun, svona virka lýðræðið og ég tek bara við embættinu og leit eins og ekkert sé. Má ég nefna aðeins spillingu? Sko á Íslandi bara virka ekki spillingafartin. Það sjáum við bara beint í þessum forsætisráðherra sem Ert þú með síman? Já, í jakkanum, já. Þannig að þetta alveg hræðilegt að sjá þetta. Hann sem sagt hrökklast úr stól eftir lengri tíma úr fjármálar, fer í stuttan tíma í utanríkisráðuneyti og svo bara ekkert mála, hann bara verður forsætis. Og það bara segir það að allir póstar eru ekki að virka. Nei. Spillingafartin. Bara mæltum hana heilastur. Sko, má segja eitt um þetta. Að það rosalega mikill veikleiki í íslensku stjórnmálum. Ég veit að það tísku að hafa svona ákveðna andu á stjórnmálaflokkunum en við þyrftum í raun og veru meira flokksræði og minna foringjaræði. Við þyrftum miklu sterkari flokka, sterkari flokkstofnanir og veikari foringja. Það að segja meiri leiðtoga sem að sko svona
einhvern veginn íta undir og inspirera fólk en ekki svona stjórnendur og það ástæða þess að það skiptir engu máli að 40 eða 45.000 manns skrifa undir bara nei takk, við viljum ekki vegna þess að það engin stofnun innan stjórnmálaflokkana sem segir bara, heyrðu, við fórnum ekki hreyfingunni fyrir þennan mann. Jón Ormur Halldórsson lýsti íslensk stjórnmálaflokku sko, bara 2004 eða 2006 bara notaði þetta ár tómar skeljar, ég held að það hefur ennst tekið dálítið oft og þetta auðvitað skaðlegt sko, að þetta séu ekki alvöru lýðræðisleg tæki. Og það var eftirtektavert að þegar þessi auknu ríkisstyrkir komu, þá rann það ljúft í gegn, en þeir hugsuðu ekki að taka fyrirtækjastyrkjana af í leiðinni, sko. Nei. Þú veist, það bara, þetta einhvern veginn bara seglaði svona og allir voða sáttir á hana. Það var eitthvað tekið af því, sko. Það var búið að grátbyggja Greco hjá Evrópuráðinu þarna var búið að ítrekka það að Íslendinga þyrftu að setja sér lög stjórnmálaflokka og þeir gerðu það sko 2006 held ég og tóku þá í leiðin alveg stóra lúku af peningum sem að en hérna þetta var alveg þarft verk en svo eins og allir var að lýsa þá fylgja þessu engar svona kvaðir sko. Nei, fylgja engar kvaðir. Þetta mjög skilningsríkt fjármagnakerfi sko. Nei, þetta svipað og þegar landsbyggðarþingmenn fengu fjármagn til þess að ráða sér aðstoðarmann og þá voru einmitt engar kvaðir og maður hélt kannski að þú veist, ég meina það var verið að ráða svona bara fólk sem hafi verið að halda tónleika og verið svona skemmtikraftar og þýli sko og ég alls ekki að lítið úr því fólki, ég bara segja að sem aðstafamaður þingmanns hvers konar í raun og veru, hvers konar staða þetta og þarf þá ekki að vera neinn svona lýsing á stöðinni sko sem að þú þarf kannski að uppfylla þó þetta sé flokksmaður. Mér minnir nú að Svanur Kristjánsson hefði skrifað reyndar sko aðstofamannakerfi á ráðherrum að hugmyndin svo að styrkja ráðherran sko gagnvart kerfinu. Já, og faglega. Faglega, já. En semst að þeir hafa í raun og veru svona sögulega sig hafa nýtt þetta kerfi til að styrkja sig gagnvart flokknum sínum. En það sem að mér finnst þó gott við þessa kosningabaráttu, við erum að tala það að það svona, við hefum viljað sjá meiri umræðu sumt sem hefur bara ekki orðið. Kannski vantar svolítið málefnin, kannski þetta svolítið borið uppi af einhverjum skandalum einstaklinga og svona, kannski það ekki frábært fyrir lýðræðið. En það sem þó gott við þessa kosningabaráttu að mínum mati, svo ég tali bara út frá eigin hjarta, að engum öflum tókst að láta þessa kosningabaráttu snúast mannhatur gegn útlendingum eða einhverju svona. Já, það rann út í sandinn. Það rann út í sandinn og mér finnst það bara eiginlega svolítið merkilegt miðað við það sem þá þróun sem hefur verið bara í mörgum löndum í kring. Þannig að svo maður reyna að fara með eitthvað svona súper í ákvætt út í þennan fallega föstudag og helgina þá finnst mér þetta áhugavert. En þetta á sér enda mjög eðlilega skýringu sko. Staða efnahagsmálin, ríkisfjármálin og svona launatjekking fólki bara það og húsnæðismálin, þetta bara það alvarlegt mál að það verður að ræða þetta og það svo afhjúpandi í raun og veru flokkandi sem ætluð að tala hælisleitendur og að þeir væri rústa öllu sko. Þeir flokkar bara afhjúpuðu að sko, þeir gátu ekki talað efnahagsmálin sko. Þannig að það ákveðin hvati bara þeir get ekki beitt þessu vopni sko. En reyndar heldur Eiríkur stjórnmálafræðingur því mjög aktíft fram að sko sjálfstæðisflokkurinn hafi bara ætlað að nýta sér þetta sem tæki til þess að auka fylgið og þeir að vera elta miðflokkin. Stöðva strauminn frá miðflokknum. Já, en ég held líka sko, þú veist, það hefur líka verið upplýsandi umræða eins og til og með alltaf þurfa skelli fram einhverjum tölum án samhengis, 25 milljarðar sem, ég man ekki hvort það rétt upp að 25 milljarðar sem það kostar að taka á móti fólki að flótta
menn að vinna. Svo það kannski mestalveg 0,05% af öllum fjárlögum ríkisins eða 0,5%. Það oft, þegar farið líka að setja hlutina svona meira í stærra samhengi og vera með staðréttnaður hreinu, að þá líka fannst mér í raun og veru pínlítið botnin detta úr þessu að reyna einhvern veginn að finna sér einhvern sökutól bara fyrir að allt væri að fara eitthvað til fandas og þýlið En við verðum ekki með neitt frábært húsnæðisplan, það verða engar svona sérstakar byltingar eða breytingar segjur sem svo að þetta gangi svona eftir sem ekkert víst að það geri. Við erum hér að leika okkur einhverju möguleika Samfó og Viðreisn hérna myndi í næstu ríkisstjórn. Þessir flokkar eru ekkert að fara að gera neitt rótætt í húsnæðismál. Við erum ennþá með þann stóra vanda og hérna það áhyggjuefni? Þá þurfum við bara sterkan sósíalistaflokk. Við erum með plan, betra plan. Já, það náttúrulega líka plan. Það náttúrulega plan hjá eins og Samfylkingunum hvernig að taka svona skemmri tíma aðgerðir og svona bráða aðgerðir meira og svo til lengri tíma. sem snýr meðal annars af því að setja einhver mörk á það, hversu mikið hægt að leigja í húsnæði til að mynda til ferðamanna og svo bara uppbyggingu húsnæðis og þingli sko. En Samfylkingin trúir ekki á miðlægar aðferði til þess að bara byggja húsnæði sérstaklega. Hún ekki fara endur ekki verkamanna. Samfylkingin talaði smáhýsi, ég veit ekki hvað hvort það verður einhver kofabyggð Ef hún ekki bara rugglast á einingarhúsum og smáhýsum. Ég veit það ekki. En þetta allt svona, þetta eru svona mest bráða aðgerða, en það það. Þetta meira svona eins og viðlagasjóðshúsin sko. Þetta bara neyðar ástand. Það verður bara neyðar ástand og þá náttúrulega eins og viðlagasjóðshúsin á sínum tíma, þau náttúrulega mættu bara bráðri húsnæðisþörf, auðvitað fólk sem var að koma. Breiðholtsverkefni var náttúrulega að mæta bráðri þörf, fólk og í heilsuspillandi húsnæði og það var bara að fara í þetta átaksverkefni. Það ekki eins og þetta hafi og búsetti náttúrulega var byggt upp á sínum tíma. ASI og BSRB fór að bjóða fyrstu íbúðartilleigu hann 2019 og að byggja það upp. Þannig að það náttúrulega svona smátt og smátt verið að reyna að eiga við þennan vanda sem snýr að því að það koma 2 milljónir ferðamanna á ári og það mikið fólksfjölgun. Og fólk til að þjónusta þessar 2 milljónir ferðamanna. Ásbrú pláss fyrir 2 Grindavíkur. Vegir, rafmagn, vatn, það allt klárt þarna og það bara að dundra þessu upp. En talandi áherslur í atvinnumálum Íslendinga. Nú glæný skýrsla sem sýnir að kaupmáttur eldra fólks hefur aukist margfalt meira en hjá ungu fólki á undanförnum áratugum og uppbygging ferðaþjónustunnar og áherslan á láglaunastörfin mjög stór þátt. Ég sá þessa frétt. Ég sá þessa frétt og ég fór að hugsa sko ákváðum við einhvern tímann að við ætluðum að vera svona rosalega mikið ferðamannland. Þetta bara einhvern veginn gerðist sko. og ferðaþjónustan, hún hefur náttúrulega bjargað miklu en þetta samt svona, þetta láglaunastörf. Þetta grein láglaunastörf. Á sama tíma við erum að tala niður menntun. Já, og það ein skýringin á þessum mismun eða þessum lakari kjörum yngri íbúa landsins meðan við þá sem eldri eru. Það þessi láglaunastörf sem að... sko, í gamla daga, ég leyfi mér að segja það, 6:30, sko, málið það að þegar ég var polli, 18 ára, 20 ára að kaupa mína fyrstu eignir, þá gat ég hlaupið á milli í vinnu. Þú veist, ég gat endalaust fengi vinnu til að bjarga mér. Þetta fær unga fólki okkar ekki í dag. Þetta vonlaust mál í dag. Það fær allavega sko ekki þokkalega tímakaup. Nei, bara, þú veist, það bara allt aðra kringumstæður og svo, þú veist, mínir jafnaldrar annarkvort byggðu eða keyptu sér húsnæði. Þú veist, bara svona ungir, 18-20 ára sem vorum hættir í skólanum, sko, og bara fórum við út á sjó eða fórum í útgerð og fiskvinnslu og við bara gerðum allt sem okkur langaði að gera. Svipuðum aldrei þú. Ég hugsa, sko, að stundum það var ég ábyggilega með, sko, miklu tekjur bara tógara heldur en foreldrar mínir til saman og ég gætt hætt og farið eitthvað annað sko ég tilbúin með randum þetta þannig að viltu Nei, þú mátt bara randa og bara að loka rand þáttinn bara á þrótum sko, með ferðaþjónustuna auðvitað hefur hún borið uppi sko hagvöxtin undanfarin ár
og það verður ekki tekið af henni. En þetta ótrúlega basic. Það ekki hægt að úthluta gæðum sem ekki eru til mjög lengi. Það þýðir að þú getur ekki byggt mannaflsfrekan iðnað sem ekki skalanlegur án þess að þurfa að lokum að flytja fólk inn til landsins. Þú getur ekki úthluta þessu fólki húsnæði sem ekki til mjög lengi og það hefur orðið aukning hérna 50.000 en bara 27 íbúðir síðustu 10-15 árin, ég man ekki nákvæmlega hvernig það sem þýðir að það búið úthluta fullt af íbúðum sem bara ekki til og þær eru í kólakjöllurum og innar húsnæði og annað slíkt. Þannig að það þarf að fara í mjög harða og hraða uppbyggingu til þess að reyna að leiðrétta þetta. En það sem skiptir máli varðandi ferðaþjónustuna þetta láglauna og iðnaður og þetta ekki skalanlegt, þannig að þú býrð til atgerðisflótta annars vegar að fólki sem ungu fólki sem búið að mennta sig og hins vegar flytur inn mjög mikið af fólki sem ekki með mikla menntun. Og ég ekki að meina það á neikvæðan máta, ég að segja að það bara það sem gerist og það þarf að verða eitthvað samkomulag það í íslensku stjórnmálum að það sé að viðurkenna að aðgerðir hafi einhverja afleiðingar. Á sama tíma höfum við farið í það að fjárfesta svolítið mikið í nýsköpun í gegnum skattakvata. Þeir ekki líklegir til að búa til nýsköpun á nýjum stöðum. Þeir líklegir til þess að ýta undir nýsköpun og þróun þar sem að peningarnir þegar. Svo hefur verið keyrð skattapólitík sem lækkar skatta mjög harkalega á fólk sem með tekjur. Það þýðir að það búið að taka af yngra fólki og færa til eldra fólks. Það var líka gert með leiðréttingunni. Þú veist, vegna þess að það bara þannig að þú þarft að vera með einhverja tekjur til þess að skattalækkanir hafi áhrif á því. Og síðasta sem skiptir gríðarlegu máli og við munum ekkert ná okkur og ekkert ná að bæta aðstöðu fólks fyrir það hort á þetta og Kristrún Frostdóttir má eiga það, hún hefur nálgast þetta mikilli hörku. Á hverju ári kosta ófjármagnaðar skattalækkanir núverandi ríkisstjórnar í kringum 54 milljarða. Og það skal enginn segja með það að hann trúi því raunverulega að skattar og launafólk hafi lækkað 54 milljarða. Þú veist, bankaskatturinn bara, 15 milljarða. Þannig að þetta ástæðan fyrir því að það bara ógeðslega mikið stritt að búa hérna á Íslandi. Þetta hefur áhrif á okkur öll. Þetta ástæðan fyrir því að ungt fólk getur ekki komið undir þessi íbúð nema að hafa einhverja leið til að taka auð frá fyrir kynslóðum og það ekki hægt að byggja upp mannaflsfreka láglauna iðnað sem keyrir upp hagvöxt án þess að vera með mjög stýrar eða mjög sterkar ákvarðanir það hvernig rentan af þessum geira verður tekin út af öðrum en bara fasteignaeigendum í Reykjavík. Þetta randið mitt þetta. Það fínasta rand, eru ekki öll samanlega það bara? Jú, en ég veist bara í þessu samvættu ferðamannin iðnaðinn, það hefur ekki ennþá tekist að koma að þessum komugjöldum einn. Komugjöld, einhvers konar skatt eða þá bara takmarkanir á fjölda eins og sum ríki hafa farið, það ekki Madeira núna sem að var að setja 1 milljón á ári. En þetta verðist, ég bara minna svona einfalt atrið eins og komugjöld. Það ekki flókið að koma því á. Nei. Það hefur ekki tekist. Hvers vegna hefur það ekki tekist? Það viljaleysi. Og virðisauka skatt bara eins og önnur fyrirtæki greiða. Já, ég held að þetta sé bara einfallega, bara sama gamla saga, að sérhagsmunir teknir fram með almannahagsmunir. Já, núna mun það reyndar ekki gera, kælingin að gera. Og líðandi stund alltaf tekin fram í framtíðina. Má ég segja eitt hérna fyrir loka þáttur? Já, lokaði. Sósíalistar í Reykjanesbæ og Suðurnesjum að opna kosningamiðstöð klukkan 15 á sunnudaginn. Já, stuð. Já, það bara stuð. Já, flott hjá ykkur. Heyrðu, en þættinum bara frábært. Atvinnustefna, þarf að móta hana. Já, er ekki 50.000 mann sem að horfa á hana þátt? Þarna fyrstu góða auðlýsingu. Yes! Hér ekki neitt. Heyrðu, en ég þakka ykkur kærlega Hjörtur, Magnea, Kári og Atli. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma hér og veita okkur innsýn í ykkar þangagang. Þetta er spennandi tímar. Það 1 vika eftir. Manni líður svolítið eins og maður sé í ákveðinni lýðræðisveislu og allt geti gerst og við skulum fara vel með tíman og atkvæða okkar þegar það kemur. En
Takk kæru hlustendur og áhorfendur fyrir að vera með okkur. Við verðum næst hér í fyrramálið með stórt viðtal við útfarsmann sem var nánast samviska þjóðarinnar, ég ætla ekki að segja meira. Síðan á sunnudag þá verða þeir bræður Sme og Gunnar Smári með syni Egils, þann þátt sem nýtur hvað mestra vinsælda, og fleiri þætti mætti nefna hér helgina. Við erum alltaf 7 daga í viku og við yrðum ykkur þakklát ef þið gætu séð af stuðningi við samstöðina. Þið getið greitt mánaðargjald upp á 2.500 krónur með því að fara inn á vef samstöðarinnar samstöðin.is og haka þar við flipa þar sem ástendur áskrift. 2.500 krónur einn hamborgari. En kæra þakkir fyrir að vera með okkur hér í dag. Sjáum síðar, verið sæl.